Sæl aftur. Það kemur hérna ung kona til mín sem starfar í menningarmálum hjá Eyþingi sem sameiginlegt félag sveitarfélaga hér á þessu svæði, hérna fyrir norðan þar sem við erum núna. Hún ætlar að koma. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir heitir hún og hefur farið í háskólanám sem tengist þessu starfi sínu og hún mikil bóndi í sér, ólst upp í sveit og þar fram eftir göttunum og Ragnheiður Jóna ætlar að koma og segja mér sögu. Verið velkomin. Ragnheiður Jóna, vertu velkomin. Takk fyrir. Á ég að kalla þig Ragnheiði Jónu, Ragnheiði eða Jónu? Ég þekki þig sem Jónu. Já, flestir mínir vinir kalla mig Jónu. Hvaðan kemur þetta nafn? Jónu nafnið kemur frá ömmu minni sem var ljósmóðir austur í Jökulsárhlíð og ein af 14 Fossvallasyskinum. Börn Gunnars frá Fossvöllum. Hún var ein af þeim. Þetta þekkt fjölskylda? Já, Fossvallafjölskyldan er náttúrulega mjög stór fjölskylda. Já. Mjög stór fjölskylda. Sér það 14 systkini. Og þú skýrði eftir? Ég skýrði eftir henni. Hún hét að vísu Jónína Gunnarsdóttir en var alltaf kallið Jóna. Og þaðan kemur Jónu nafnið. Og Ragnheiðar nafnið kemur svo frá mömmu hennar, langömmu minni og móður systur minni. Ég svona tengja við þær tvær. Þannig að Ragnheiður og Jóna eru nöfnin í fjölskyldunni í dag? Já, við erum með 16 Ragnheiðarskráðar í þjóðskrá og ég held að 2 af þeim séu látnar, þannig að við erum ansi margar og stundum erum við 4 hér á Akureyri saman í veislu. Nei. Það eins gott að kalla okkur ekki alla bara Ragnheiður. Já. Þannig þess vegna sennilega ég oftast kalli Jónu. Nú að líða veturinn. Já. Hvernig heldur hann verði? Ég bara gerir ráð fyrir að vera góður. Sagður það ekki líka þegar sumari var að byrja? Sumari gott? Jú, þess vegna var ég mjög lítið hérna í sumar, fór bara þess að sumari var gott. Já. En hvaðan ertu? Ég fæddist í Reykjavík og flytt 3 ára gömul upp á Hvanneyri í Borgarfirði og elst þar upp. Á Hvanneyri? Hvanneyri í Borgarfirði, já. Já, áttu þá ekki að vera bóndi? Átti ekki, jú, allan hefði ég alveg getað orðið bóndi. Já. En var það ekki, en jú, það var mjög gott að alast upp á Hvanneyri, það er alltaf mikið af krökkum og mikið líf og skemmtilegt samfélag og gott að vera barn á Hvanneyri á þessum tíma sem ég var. Já, það ekki. Mjög gott. Ég leit fyrir þarna á Hvanneyri fyrir árið síðan eða svo og keyrði þarna að skoða. Þetta var óskaplega flott, fallegur staður. Já, þetta er mjög fallegur staður og gaman að sjá hvað gömlu byggingunum er vel við haldið og það er líka fallegt safn, landbúnaðarsafnið. Já. Og það er ofboðslega fallegur staður og stendur manni nærri þessi staður. Störfuðu þá foreldrar þínir á Hvanneyri eða hvað? Já, fyrst þegar við fluttum þá kenndi pabbi við bændaskólann og síðan fór hann að vinna hjá Bændasamtökum Íslands á Nautastöðinni. Já. Og vann þar bara sinn starfsaldur. Já, og mamma? Hún var náttúrulega með stelpur og svo vann hún við bændaskólann líka fyrst. Já. Og síðan eftir að börnin, stelpunar eldust fór hún að var matráður við barnaskólann. Já. Stelpurnar, minnaru hver eru það systur þína og þú systkini? Já, við erum hópur Hvað áttu mörg systkin? Við erum 4 systur, já, 3 systur. Áttu 3 systur? Já. Aumingja pabbi. Já, svo síðast átti að vera strákur en það mistókst. Það mistókst? Já, það var bara hægt við þetta. Það var bara hægt, já. Eru þær í sveit eða? Sko, við búum allar á sitt hvoru lands eða heimshorninu. Ég bý hérna á Akureyri og svo ein sem eldri en ég og hún býr í Þýskalandi og starfar þar sem óperusöngkona. Síðan svo næst á eftir mér, hún hjúkrunarfræðingur og býr í Mosfellsbæ og svo litla dýrið, hún bæði bóndi og smíðakennari í Hreppunum. Já. Kennir þar við Flúðaskóla og Já, þannig að það sveit í þér. Já, það sveit í mér. Ég sveitastelpa, sko. Já. Þú vinnur fyrir Eyþing. Já. Hvað Eyþing? Eyþing sambandssveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum og að vinna svona að hagsmunamálum svæðisins. Og ég starfa hjá því sem heitir Menningarráð Eyþings, sem hluti af Eyþing og vinnum við menningamál hérna á svæðinu. Það alltaf stórt
það stórt orð, menningamál í Eyþingi. Já, það kannski stórt, já, það mjög stórt. Eyþingi stórt svæði. Þetta svæði alveg frá Siglufirði að Bakkafirði með tæplega 30.000 íbúa, þannig að þetta stórt og mikið svæði sem við erum að vinna. Já, og hvað þetta fást við? Starf menningarfulltrúa mjög fjölbreytt. Já, það hlýtur að vera. Og þetta náttúrulega hluta til bara stjórnsýslustarf og við vorum með menningarsamning við ríkið þar sem var mjög skilgreint að hvaða verkefni við ættum að vinna. Og meðal annars erum við með fjármagn sem við úthlutum til menningarverkefna á svæðinu. Já. Auk þess hefur við verið að vinna í ýmsum öðru verkefnum og þróunarverkefnum og við erum að hvetja til samstarfs og utan svæðisins og svo ég með ráðgjöf við bæði hópa einstaklinga og sveitarfélög og hjálpa fólki við að þróa verkefni og ná í fjármagn annars staðar frá og það bara ýmislegt sem lendir inn á mínu borði. Úps, þetta eitthvað svo viðamikið finnst manni. Já, þetta heilmikið. Maður getur allan haft yfirdrifur og að gera, sko. En þú segir að þú hvetja til samstarfs og þess áttar? Já, það hefur verið alveg yfirlega stefna, frá því að menningarráðið byrjaði að hvetja til samstarfs innan svæðisins og utan þess og reyna að það búa til stærri samstarfsverkefni á svæðinu. Maður getur þá ímyndað sér, Jóna, að þetta sé svona viðamikið, að það gangi frekar hægt. Passar það? Er þetta ekki svolítið seigt í aðgerðum? Nei, það á ekki þurfa að vera það, en auðvitað hlutur oft lengi að fara í gegnum stjórnsýsluna, en svona við reynum að vinna hratt og við höfum komið ýmsu til leiðar. Það vinna nokkuð margir hjá Eyþingi, samtökunum ekki? Nei, við vinnum mjög fáðar. Það framkvæmdastjóri. Og svo þannig ég með menningamálin, svo stúlka hérna í 60% starfi á skrifstofunni og auk þess var ég núna að ráða inn í menningamálin 30% starf í norðurslóðaverkefni sem við erum þátttakendur í núna næstu árin. Norðurslóða? Já, þetta er samstarfsverkefni með 4 löndum, við erum 5 lönd í þessu og svona sem að vinna framgangi menningar og skapti greinar á svæðinu. Er þetta þá Ísland, Grænland, Færeyjar? Við erum með, það Írland, Norður-Írland, Finnland, Svíþjóð og við sem erum með þessu verkefni. Já. Er þetta eitthvað svona sem á eftir að byggjast upp og vera kannski stórt og mikið? Það geti alveg gert það. Þetta er náttúrulega hvetja þessa aðila sem eru í þessu störfum hér á svæðinu áfram og aðstoða þá. Og þetta gengur svolítið mikið út á markaðssetningu og menningu og öðru slíku. Ertu þá búin að fara til þessara landa til að kynna þetta? Ég er búin að fara á einn fund í Finnland og svo að fara til Írlands í næstu viku og þá var svona formlegt upphaf verkefnisins og þá eftir þann fund þá förum við að kynna það hérna á svæðinu og leita eftir þáttakandum í verkefnið. Þannig að þetta er svona bara alveg í starthólanu núna. Er þessi samstarfsverkefni og annað, er þetta meira tengt ungu fólki? Nei, alls ekki, alls ekki. En auðvitað hefur verið stefna menningarráðs að hvetja ungt fólk til að taka þátt í menningarlistum. Þannig að það er mjög jákvætt þegar það en þetta er alls ekki bara ungt fólk. Nei. Ekki ertu pólitískt ráðinn? Nei, ég er ekki pólitískt ráðinn. Nei, þannig að ertu pólitísk? Nei, ekki, ég fylgist vel með, en ég er ekki pólitísk, nei, ég er ekki. Nei. Maður hefur sjálfur verið á einhver svona ferðalagi og séð félagsheimili hér og félagsheimili þar og það eru víða félagsheimili, það var nú einn aðal kosturinn fyrir staði að eiga félagsheimili. Er það eitthvað á þinni konu, þessi félagsheimili eða? Nei, þau eru ekkert á minni konu, þau eru bara konu sveitafélaginu þar sem þau eru í. En auðvitað eru viðburðir sem við erum að styrkja sem að fara í suma af þessum félagsheimilum. Þannig tengjast þau, En snú okkur aftur aðeins pínlítið að Hvanneyri. Já. Af því að þú segir að það hefði verið svo gott að vera þarna. Hvað gerðu krakkar á Hvanneyri? Hvað gerðu þið? Krakkarnir á Hvanneyri gerðu sjálfsagt mjög svipað á önnur börn. Við lékum okkur mikið. Við lékum okkur mjög mikið úti. Við höfum náttúrulega frábæra aðstöðu þarna að vera á. Við náttúrulega vorum í íþróttum eins og aðrir og við, höfðum þarna frúargarðinn og síðan var þetta þannig að við byrjuðum örugglega frekar snemma að vinna. Þarna voru smándarnir, þeir fengu svona nokkurs konar unglingavinnu. Við vorum að hreinsa til smándarnir, við vorum að kalla það smándar eða krakkarnir sem vorum að vinna þarna. Smándarnir? Já, smándar. Og við fengum að vinna í því. Þannig að við byrjuðum snemma bæði í unglingavinnu og bara að vinna á búinu. Þannig að við vorum bara að taka þátt í... Innum dýrin? Já, bústörfunum bara. Já, stundum var lenti maður að fara í fjósið og stundum var maður bara í heiskap og
og stundum var maður í sumir fóru að vinna í eldhúsinu, það var náttúrulega eldhús þarna sko, á mötuneyti sem við borðum í og aðrir og þannig það var svona misjafnt í hvað maður fór en jú, við fengum öll vinnu á búinu og afskaplega gaman að vera þar. En skóli, hvað skóli var sóttur? Við byrjum bara í skóla Hvanneyri og síðan förum við upp á Kleppjárnsreykjum og þá förum við heimavist. Já, fórstu að heiman sem sagt? Ég fór að heiman mjög ung. Hvað ertu gömul? Ætli þetta ekki hafi verið í 5. og 7. bekk sennilega sem að fer upp á Kleppjárnsreyki heimavist. Hvað ertu að segja? Þetta eru bara börn? Já, þetta eru börn en þetta var mjög gaman og við vorum afskaplega góður hópur og við okkur leið vel upp á Kleppjárnsreykjum. Já. Og var skemmtilegt og við erum búin að ná mjög vel saman þessu hópur sem að maður var með í og höldum vel saman þessi krakkar sem voru saman bæði á Hvanneyri og á Kleppi. Við erum klepparar sko. Þeir eru klepparar? Já, þannig við sem vorum á Kleppi. Sem dæmi það vorum við 6 klepparastelpur sem að fórum saman núna á landsleik Íslands og Hollands í haust og ég hef nú aldrei engan áhuga á fótbolta, aldrei farið á fótboltaleik en fór þarna með þessum klepparastelpum. Skaplega gaman. En sæjur þið fyrir því sem bónda? Nei, ég ger það nú ekki, en ég fer mjög mikið í sveit og ég fer mjög mikið inn í Öxnadal og þar fer ég í göngur og þar fer ég stundum í fjós og þar fæ ég sko minni sveitaþörf uppfyllt. Já, þú hleður batterín og svona? Já, og út í náttúrunni í gönguferðum og slíku. Ertu svona útivistarkona? Já, ég fer mikið í gönguferðir, bæði En starfið þitt sko, það eitthvað svona sem að hleður utan á sig og svona stressandi? Þarftu að losa því frá því? Nei, ekki þannig sko, það náttúrulega koma álagstímar í þessu starfi öðrum en það svona kannski þegar starfið líka partur áhugamálinu þá þetta bara skemmtilegt sko. Þá er það ekkert íþyngjandi. Nei. En þú segist þurfa náttúrulega að fara þá í ferðalög og skoða, hitta fólk á svæðinu og þess aftar. Þannig að þá þekkir þú menningarpostulana alls staðar. Já, og búin að eignast mjög mikið af góðum vinum gegnum þetta starf og hitta mikið af skemmtilegu fólki allt svæðið. Sko. Þannig að það hefur verið mjög gefandi að vinna með þessu fólki sem hefur í menningarstarfi. Því að þetta fólk vinnur ótrúlega mikla sjálfboðavinnu og vinnur mjög fórnfúst starf og ég dáist að þessu fólki sem er í þessum geira. En önnur störf sko, hvar vannstu áður fórst í þetta? Ég er tækniteiknari og þegar ég flutti inn til Akureyrar þá vann ég fyrstu 10 árin við það að teikna. 10 ár? Já, já. Og síðan eiginlega vatt ég mínu kvæði kross og tók bara alveg nýja stefnu í lífinu og fór aftur í nám og fór þau í háskólann á Akureyri og lærði þar nútímafræði og er í fyrsta hópnum sem útskrifaðist þaðan og síðan fer ég áfram og tek menningarstjórnun á Bifröst og það er svona það sem ég hef verið að gera sko, síðan ég kom og svona unnið með víða. Jóna, nútímafræði? Já, nútímafræði. Hvað er það? Það er þverfaglegt nám. Þverfaglegt nám? Já, sviði hugvísinda og svo getur maður tekið áherslur undir, maður getur tekið sér val og ég tók mitt val allt á sviði félagsvísinda og þá byggðaþróun og samfélagsþróun. Já. Þannig að það hefur svona verið mitt svona kannski áhuga svið. Og svo menningarstjórnun á Bifröst? Á Bifröst, já. Já, hvað var það langt nám? Það er mastersnám, ég tók það í fjarnámi þannig ég tók það svona aðeins lengri tíma með vinnu. Ertu master? Master í menningarstjórnun. Það kemst enginn áfram í lífinu ef að vera að minnsta hvort master. Nei. Já, og er þetta skemmtilegt? Þetta er mjög skemmtilegt, já. Og þetta hlýtur náttúrulega nýtast þér mjög vel í starfi? Mjög vel og mjög gagnlegt, sko. Já. Hvernig fjölskylduhagið þínir? Ég á 2 drengi. Já. 2 afskaplega flotta drengi og góða. Og sá yngri hann er núna í Háskóla Íslands að læra matvælafræði, þetta er Rúnar Ingi. Og sá eldri heitir Arnar Ingi og er smiður og hann var bara að fá sinn stóra draum uppfylltan síðasta vor að gerast bóndi. Hann hefur alveg frá því að pínulítill bara vilja verið í sveit og verið í sveit hjá frænku minni bara síðan hann var 7 ára gamall og hvergi annar staði vilja vera og hann var bara að fá sinn stóra draum uppfylltan og gerist bóndi í vor. Nei, er það? Býr núna, með frænku minni og manni hennar inn á Þverá í Öxnadal og samt kærustu sinni. Eru þetta englarnir þínir? Þetta eru englarnir mínir. Þarna
voru þeir miklir englar. Já. En þeir það ekkert lengur, eða? Jú, þeir eru alveg englar ennþá. Þetta eru orðnir fullorðnir menn í dag? Já, þessi eldri 25 og hinn er 21. En fleiri störf, þú teiknari, og svo bara ertu í þessu? Já, svo var ég... Hlýtur að hafa gert eitthvað fleira? Já, svo var ég að vinna eftir ég kláraði nútímafræðina, þá var ég að vinna bæði fyrir RHA og Jafnréttisstofu, var þar í hlutastörfum á báðum stöðunum. Og svo er ég stuttur að byrja því að Impro nýsköpunarmiðstöð þegar ég fæ svo þetta starf, því að þegar þetta starf var auglýst þá var þetta náttúrulega bara akkurat það sem ég var að læra og langaði til þess að pröfa að sækja og fékk það. Þú varst búin að læra þetta, nútímafræðina og menningarstjórnina? Nei, ég var í fjarnámi í mastersnáminu þegar ég fæ þetta starf. Já. Sástu þetta auglýst? Já. Og leist þér vel á þetta? Já, mér finnst það mjög spennandi og kannski líka það að fá að leggja grunninn og þróa þetta svona áfram, sko. Þetta var náttúrulega alveg nýtt starf. Ég byrjaði þessu 2007. Já. Þannig að það er maður er búin að byggja þetta upp á þessum tíma. Jáhá. Býrðu ein? Já, ég bý ein, en samt var ég svo heppin að í haust þá flutti til mín systurdóttir mín sem er í menntaskólanum. Já. Og var afskaplega gott að fá hana og gaman. Hún er mjög skemmtileg og líflega stúlka og þannig nú er ég alltaf komið stelpu á heimilið og það er aldrei öðru sem við erum stráka en það er bara mjög gaman. Hvernig gengur matseldin og svona, hvað borðið þið? Við borðum allt milli himins og jarðar. Við erum svona frekar svona held ég hollulínunni, sko, við borðum ekkert mjög mikið kjöt en hún er með glútenóþol þannig hún passar vel upp á mataræðið og eldar stundum fyrir mig þegar eru langir dagar þá sér hún elda. Já. Hvað gerur í frístundum? Ég eins og segi, ég hef gengt mikið, sérstaklega á sumrin. Ég náttúrulega ferðast líka talsvert og ég fer svo í sveitina. Já. Þannig að svo kannski var í vor þá er ég kannski aðeins að færa mig aftur yfir í gamalt hobby sem ég hafði. Ég var alltaf mikið hestum þegar ég var krakki. Ertu færin það? Og ég átti hesta fyrst eftir flutt til Akureyrar. Nei. En svo er ég svo heppina núna, í vor, það var nú bara í haust sko, þá voru mér gefin hestur. Eða mér og syni mín voru gefnir 2 hestar. Þannig nú er komin hestar í sveitina, þannig ég þarf aðeins að fara rifja upp gamla takta og Hesta í sveitina? Já. Og hvar í sveitinni? Í Þverá, hjá syni mínu, þar sem hann býr og frænka mín og við við erum náttúrulega búin að vera, þarna náttúrulega hefur verið í gegnum tíðina svona okkar annað heimili, við verið þarna mjög mikið alltaf og ég var náttúrulega í sveit sjálf. Já. Þegar mér fannst Hvanneyri ekki alveg nógu mikil sveit, þá fór ég í sveit norður til frænku mínar. Svo tekur strákurinn við og er þarna í fjöldamörg ár og þannig að þar í sveitinni eru hestarnir. Endarðu ekki bara með því að búa með syninum í sveitinni? Ég held ekki, en ég kem þangað reglulega. Já. En það er ekkert annars, sko, þú náttúrulega hlýtur að sækja menningarviðburði. Já, ég ger ég það. Það er náttúrulega bara bæði partur af vinnunni og áhugamálunni. Ég sækja talsvert mikið menningarviðburði. Og bara svæðið, sko, eins og ég kemst yfir, sko. Já, þú ferð á leiksýningar eða opnanir og sýningum bara í kringum okkur. Já, stundum, sko, maður er á ferðin eitthvað. En hvernig er þessi barátta, sko, fyrir svona, að halda svona úti, svona í fámennum sveitum til dæmis? Hvernig gengur þetta? Áður fyrir voru leikfélög á hverjum stað. Já, það náttúrulega ekki allstaðar leikfélög eins og þau voru en það er alveg ótrúlega elja í þessu fólki sem er til staðar en voða víða á landsbyggðinni þá náttúrulega vantar bara fólk sko. Þá er það kannski akkilsarhæll að það vantar bara fólk hefur svo mikið að gera þessi fá einstaklingar sem eru að þeir komast bara ekki yfir það. Já. Þannig að það er svona kannski eitt af því sem við sjáum að bæði varðandi aðsókn ef það eru leikrit, það vantar bæði fólki til þess að taka þátt og líka það vantar áhorfendur sko, á mjög fámennum stöðum. En auðvitað er samt samgöngur betur og fólk er farið að fara meira á milli og En hvað gerir það fólk? Hvað kemur þá í staðinn eins og bara fyrir sko leikfélög? Það fer örugglega bara, ég bara ímynda mér að fólki fari bara annað á leiksýningar og svo er aðeins það að viðburður sé að fara svæðið. Það er alltaf aðeins það. Já. Leggið þið áherslu á það að farið sé með viðburði á staði? Það hefur verið áherslu þáttur hjá okkur og það er alltaf svona mjög jákvætt ef fólk er að fara með viðburði, ef það eru metnaðarfullir og fá lotti viðburðir, að þeir fara eitthvað aðeins svæðið og þá kannski það sem er minna að vera líka. Það er oft
fáðu plús fyrir það sem að fara á staði sem minnir að vera. Svo náttúrulega þetta orðið þannig, sko, það var nú kannski í reglugerðum varðandi Þjóðleikhúsið það átti að fara landið og sína leiksýningar. Já. En svo þetta bara, þetta kostar svo mikið. Já, það kostar svo mikið. Það náttúrulega bara í lögum, þannig að það er að sinna allir landsbyggðinni. Já. Og þeir hafa eitt af þeir sem þeir hafa gert og hefur verið mjög gott, þeir hafa verið með verkefni sem heitir Þjóðleikur, það er fyrir krakka. Og það náttúrulega hefur verið, er nánast búið að vera á öllu landinu og er á 2 ára fresti. Sko. Já. Þannig það er svona ýmis önnur verkefni. En það er erfitt að halda út í svona? Já, það getur verið það. Er það ekki dálítið svona erfitt fyrir þig að vera að vinna í því og reyna að byggja það upp? Nei, sjálf sér ekki erfitt fyrir mig, það frekar fólki sem stendur í eldlínunni, sko. Já. Hefurðu peninga til þess að reyna að koma svona, halda svona úti? Sko, það verða allir að fara í gegnum þetta ferli hjá okkur að sækja styrki og eru metnir á þetta er samkeppnissjóður, þannig að það er metið út frá ýmsum sko þáttum. Þannig það eru bara bestu verkefnin og bestu umsóknenda sem að fara áfram. Já. Og þetta er svona 50% líkur að þú fáir styrk, sko. Það er svona við erum að styrkja það bil helming verkefna sem að sækjum til. Sem að sækjum, já. Jóna, komstu með eitthvað til að sýna mér? Já, ég kom með Þið eru utan á þessar fínu myndir? Já, ég kom með hlut sem ég eignaðist fyrir mjög mörgum árum. Sem að amma mín, sem við töluðum um áðan, hún Jóna Gunnarsdóttir frá Fossvöllum, sem bjó á Bakkagerði Jökulsárhlíð, fékk gefins, ég man þegar hún fékk hennar hlut, þetta er nálahulstur og það var einhver maður austan af landi sem bjóð þetta til og færði henni fyrir vel unnin störf eða eitthvað sem að hún hafi gert fyrir þessa fjölskyldu. Ég veit ekkert hvað hann heitir en það stendur SP hérna á endanum. En hún var ljósmóðir? Hún var ljósmóðir. Og það var nú ekkert svona starf, sko, það er bara í vinnun að stimpla sig inn í svo sjúkrahúsi? Nei, það var ekki svoleiðis. Hún náttúrulega er bara rúmlega 20 þegar hún fer suður og lærir ljósmóðurfræði. Já. Og hún var fædd 1899 og það voru nokkra stúlkur, 2-3 stúlkur í sveitinni sem voru styrktar til náms gegn þegar kæmu heim aftur og innu þá fyrir sveitina, sveitafélagið, eða hreppin var þetta þá, ljósmóður og hún var ljósmóður hérna í fjölda mörg ár og þótti bara góð og misti lítið af börnum, skilst mér. En ég var nú, hún var nú hætt að taka á móti þegar ég fæddist, þannig að hún tók ekki á móti mér. Nei, en fór hún þá svona bara á milli bæja og dvaldi? Já, þá var þetta þannig og hún fer bara á milli bæja og dvelur dvaldi í viku tíma kannski hjá konunum á meðan þær voru að jafna sig eftir barnsburð, því að þá mátti það náttúrulega ekki fara fram úr eða neitt. Þá fór hún bara og hjálpaði til á heimilinu og þess vegna gerðum við svolítið grín að hún hafði kannski ekki tíma til þess að eignast börn sjálf því að hún átti bara 3 börn en er ein af 14 systkinum og þarna voru eignaðist fólk mjög mörg börn. Já. Hún hefur væntanlega verið bara mjög lítið heima. Ert þú lítið heima? Já, mér skilst það. Það segir systur dóttir mín sem býr hjá mér. Já. Hún sagði ég myndir ekki vilja verið í þessu starfi, þú ert bara aldrei heima. Já. En nei, það er náttúrulega líka bara því að áhugamálin er að taka ákveðin tíma og þá er maður á flakki. Eru hvaðir? Ég meina, verður að fara á svona samkomur? Nei, þú verður ekkert að fara. En þú lætur sjá þig allstaðar? Ekki allstaðar, en ég reyna að fara alltaf talsvert, sko. Hvað finnst þér skemmtilegast? Ég hef gaman að þessu. Það er ótrúlega gaman til þess að það er gildagur. Það er svona skemmtilegustu dagarnir hérna. Já. Þá er bara opnað sýningar í öllu gilinu og gaman að ráfa sko gilið og heimsækja sýningar. Mjög skemmtilegt. Já. Hefurðu farið mikið til útlanda? Ég þvælist, já, ég ger það svona alltaf reglulega, sko. Já. Við fórum í áskaplega skemmtilega ferð í sumar við systurnar, 4. Nú. Við erum mikla vinkonur og gerum ýmislegt saman og fórum því að eldri systir mín, hún átti stórafmæli. Það má ekki segja upp en þá fórum við og vorum saman út á Ítalíu til að halda upp á hennar. Hvar voruð þið á Ítalíu? Við fórum á Suður-Ítalíu. Já, nú á Suður-Ítalíu? Við fórum til Napoli og fórum svo út til Capri og Sorrento og þarna niður. Já. Hefurðu ferðast mikið þá Ítalíu eða? Nei, þetta er bara annað skipti. Já, ég fór í Interrailar þegar ég var 20 sko, en þetta var annað skipti þegar ég kem svona eitthvað. Hvað er skemmtilegast í staður sem þú ferðið á? Hvaða land er skemmtilegast? Hvaða land er skemmtilegast? Já, nú spyrðu, ég veist bara margt svo skemmtilegt, en ég var yfir mig hrifin á Ítalíu í sumar og örugglega eftir að fara þangað eftir. Já. Var það alveg yfir mig hrifin. Já. Það var ótrúlega gaman, sko. Jóna, ég ætla að taka hérna, ég ætla að mynda þig hérna í svona í...
Já, þetta kemur ágætlega út held ég, eins og aðra myndir sem ég að taka hér af fólki. Er það ekki? Jú. Góður ljósmyndari. Ég veit það nú ekki. Ég þakka þér fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Þetta allt saman, hesta og menningu. Já, sömuleiðis. Gaman að fá þig hér. Já, takk fyrir. Takk.